Í þáttunum Hvað segja bændur kynnumst við íslenskum landbúnaði og ekki síst íslensku bændastéttinni. Landbúnaður hér á landi á sér langa sögu sem samofin landnámssögu okkar Íslendinga. Samkeppnin hefur oft verið hörð en eins og þið sáðu hérna áðan samheldnin líka mikil og rígurinn ekki meir en svo að bændur úr ólíkum búgreinum sameinast í sveitakornum. En hvenær byrjuðu Íslendingar að rækta hér land og hvenær má segja að landbúnaður á Íslandi hafi hafist? Ætli elstu heimildirnar sé ekki þær sem við finnum í fornsögunum þar sem víða vikið að búskap og búskaparháttum, búskaparaðferðum og þó að það sé kannski deilt heimildagildi þess þá hitt og órækt sem menn hafa fundið með fornleifarannsóknum þar sem til dæmis hafa fundist korngerði og aðrar minjar ræktun, kornrækt sem menn hafa þá sannarlega stundað þessa fyrstu aldir hér. Þannig að landnámsbóndinn, ef orða má svo, hann hefur kunnað vel til ræktunar þó að íslenski bóndinn í gegnum aldirnar hafi sennilega fyrst og fremst verið búfjárræktarbóndi. Landbúnaður fer hins vegar ekki að þróast yfir í þá sérhæfðu grein sem við þekkjum í dag fyrir en eiginlega aldamótin 1900. Því að fram að þeim tíma var þetta sjálfsþurftarbúskapur, þetta voru viðskiptahættir sem voru mjög takmarkaðar af vísu fluttu menn út ull og ullarvörur en sérhæfður landbúnaður eins og við þekkjum hann í dag, hann verður varla til fyrir kannski á allra síðustu árum 19. aldar.
Þá erum við farin að flytja út lifandi sauðfé til Bretlands og þegar að sá markaður hrynur þá taka menn til við að framleiða smjör í rjómabúunum, smjörbúunum því að þá var orðin mjög góður markaður fyrir smjör í Bretlandi. Og þessi rjómabú sem að menn byggðu hér í byrjun síðustu aldar skiluðu töluvert góðum arði tíma fram undir fyrra stríðið og með einfölduðum hætti má segja þá hafi menn kannski séð hvað fyrstu peningana til sveita og mikið af þeim var til dæmis notað til þess að kaupa nýja tækni og sem þá var að ryðja sér til rúms. Þannig að sá landbúnaður sem við þekkjum í dag sérhæfður viðskiptabúskapur, hann er ekki nema, kannski tæplega 100 ára gamall. Ef við kíkjum á þessar helstu byltingar þá fer það náttúrulega eftir því frá hvaða horni við erum að skoða, hvort það er félagslegar, tæknilegar eða frá hvaða gleraugu við setjum á okkur þegar við erum að skoða. Og þá má segja að fyrsta byltingi fari kannski af stað með tilkomu þekkingar sem við fengum erlendis frá og síðan var dreift hér innanlands með búnaðarskólunum og það er á síðasta hluta 19. aldar. Og í kjölfar þess hefst til dæmis töluvert mikil túnrækt og engjarækt þannig að menn gætu fyrst og fremst flýtt fyrir og auðveldað heyskap því að hér á Íslandi hefur vetrarfóður alltaf verið það sem hefur verið takmarkandi fyrir afkomu okkar. Nú síðan skellur þá yfir fyrra stríði sem ruglar í rauninni heimsmynd okkar eins og annarra. En hún gerði hins vegar annað út í hinu stóra heimi að hún ýtti undir vélvæðingu landbúnaðar þar sem síðan skolaði til Íslands með traktorabyltingunni sem verður á þriðja áratug 20. aldar þegar menn fá í rauninni vélaraflið og fara að nota það. Annars vegar vélaraflið og vélaraflið sem reka síðan á grundvelli samvinnu. Það er að segja búnaðarfélög, ræktunarsambönd eru stofnuð og kaupa vélar sameiginlega með stuðningi ríkisvaldsins því að meining ríkisins var jú að efla matvælaframleiðsluna og þá verður að segja má ræktunarbylting númer 2 og í kjölfar hennar ryðst til dæmis sláttuvélin, hestasláttuvélin út, kemur á mjög marga bæi og þetta er tækni sem að gerir kleift að losa vinnuafl eða mæta vinnuaflskorti því að þá eru aðrar greinar samfélagsins farnar að kalla mjög á þetta. Sjávarútvegur og síðan þegar það kemur fram í síðara stríðið, þá verður eiginlega bylting númer 3. Jarðýtan kemur, skurðgrafan og ráðist í umfangsmikla nýrækt, menn hverfa frá engjaheyskap til túnræktar. Og þá í rauninni lagður grunnurinn að þeim búskaparháttum og þeirri tækni sem að við eiginlega beitum þann dag í dag. Hinn íslenski bóndi, hvernig er hinn íslenski bóndi? Já, íslenski bóndinn, ég hygg að hann sé nú býsna misjafn þegar maður fer nú að skoða það en það liggur nú við að það sé náttúrulega eftir því hvaða skapi maður er og út af hvaða horni maður dæmir það. En ég held að þorri hann sé nú fyrir það fyrsta maður sem að vill vera hann sjálfur, vill ráða sínum ráðum mest sjálfur. Hann er dýravinur og hann hefur ánægju af því að umgangast dýr og gróður og svo hefur það aukist á seinni árum, finnst mér að þetta sé maður sem hefur gaman af vélum. Og af því allar upptalningar eru upp á 3, þá held ég að ég láti þetta duga. Já. Fyrir þetta það
sem að hafa sem uppbót á þetta, það er það að þetta í mörgum tilfellum, þó að það sé nú héraðbundið, þá þetta maður sem hefur gaman að hitta annan og deila kjörum með jafningjum og hafa gaman að því, að vil syngja eða fara með vísu eða gera eitthvað slíkt. Halló, 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 við látum skella skeið. Halló, 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 við látum skella skeið. Nú ráður þrýtur heiðin. Deyjandi kunnátta, það verður náttúrulega til með þeim hætti að tækniþróun kallar fram ný viðhorf, nýja verkhætti, en þetta stöðvast aldrei. Þetta tímans þungi niður sem þarna á ferðinni, þannig að þarna rís og hníg. Í dag er kunnátta sem að þykir vera alveg meiri háttar og eiginlega forsenda fyrir þess að við getum lifað fram á morgundaginn. Hún mun verða gleymd eftir 4 eða 5 ár. Þannig að svo við til dæmis söknum þess að geta ekki lengur bundið bagga með sætri stelpu, handbundið bagga með sætri stelpu. Þá verðum við að muna að það var ekkert auðvelt að standa þannig daginn langan. En með þessu móti, ég vil undirstrika það hraustlega, og með þessu móti ég ekki að segja við að sko henda þessu öllu til hliðar. Þetta partur af því að við erum meðvituð það hvaðan við erum komin. Og jafnvel stundum getum við séð og nota þetta til að spá aðeins fram í tímann. Í tungumáli okkar Íslendinga höfum við varðveitt margt úr gamla bændasamfélaginu, en íslenska málshætti má til dæmis marga hverja rekja í sveitina til bænda og bústarfa. Mikill bóndaréttur, flest hey í harðindum, rýrt heimaborið hey, fáir kunna fullri hlöðu að deila, betri eru 15 ær aldar en 20 kvaldar, oft veltir lítil þúfa þungu hlassi og mörgar jú búmanns raunin. Auk málsháttanna fylgdi gömlu sveitastörfunum ýmiss konar hjátrú. Flestir hafa eflaust heyrt það að ef hrífa snýr með tindana upp, veitir þá rigningu. Jafnframt þótti það þegar að hrífur 2 ungmenna, pilts og stúlku, flæktust saman við heyskap, fyrirboði að þarna var á ferð gott hjónabandsefni. Sveitastörfunum fylgdu líka alls konar leikir, en þessi verk tók oft langan tíma og voru stöðug endurtekning og því reyndu menn að stytta sér stundir með ýmsu móti. Þetta tók ekki síst við heyskap. Þegar enn var rakað í sátur og þær bundnar var þar skýr verkaskipting. Konan hélt við bandið á meðan karlinn herti á. Þetta tók dágóða stund, en þegar komið var að síðustu rykkingunni þá gerðu karlarnir sér það gjarnan til gamans að kippa rækilega í og með lagni, svo konan flaug yfir sátuna og endaði í fangið þeirra. Svo var það þrælaslátturinn svokallaður. Það kannski ekki rétt að kalla hann leik, að minnstakosti ekki gamanleik. Þegar slegið var með ljá, sem var afar tímafrekt, brugðu sumir á það ráð að setja lakasta sláttumannin fremst. Það var oftar en ekki sá yngsti og reynslu minnsti, sá elsti og mest veikburða, eða einhver líkamlega veikur og jafnvel latur. Sá neyddist því til að slá eins hratt og hann mögulega gat, því í beinni röð á eftir honum komu allir hinir og ef hann dreif sig ekki fékk hann hárbeitt blaðið á ljánum aftan í hælana. Í dag yrði þetta sennilega flokkað sem einelti á vinnustað eða eitthvað þaðan að verra.